Sjálfstæðisflokksins. Ég reyndar verið hissa á því líka hortið til landsmálana, mér finnst þeir sumuleyti leggja meiri áherslu, verðast vera svolítið stressaðir yfir góðu gengi Miðflokksins í skoðanakönnunum almennt og leggja meiri áherslu á að skilgreina sig frá Miðflokknum og lemja honum heldur en að horfa til vígstöðunar gagnvart til dæmis á landsmála vettvangi bara ríkisstjórnarinnar. Þannig að ég svo sem fylgist ekki með öllu sem þeir hafa náð að segja um Miðflokkin, en varandi leikskólamálin þá held ég, og þú talar um skynsemishyggju, að skynsemishyggjan þar og sem að Miðflokkurinn vill fylgja að leita lausna og hafa ekki fordóma gagnvart lausnum. Ég tel að það birtist svona hugmyndafræðilega kreddur í áherslum borgarinnar, til dæmis þú tala um lausnir þegar fyrirtæki, og þetta hefur náttúrulega bara verið í fréttum, að Alvotek eða Arion banki eða aðrir vilja taka þátt í að leysa þennan vanda og fjölga leikskólaplássum, þá finnst mér skrítið að borgin taki neikvætt í það. En svo kannski gaman að því þú nefnir að, og það er nú mín eina reynsla, því ég nú aðalega starfaði í atvinnulífinu og fyrst og fremst reynslu þaðan, en mín eina reynsla því að taka þátt í svona beinum kostningum áður, og það var þarna fyrir alþingiskostningarnar 1995, ég var í prófkjöri hjá Sjálfstæðisflokknum, það er rétt, 1994, en ég var maður alltaf rifjað upp að þegar maður er að lesa fréttir um prófkjör núna eins og hjá Samfylkingunni, það er svona alveg stórt prófkjör, 2000 þáttakendur og borgarstjórinn færi yfir 1000 atkvæði, en þá hugsa ég með mér að þetta er nú eitthvað breyst, því að þegar ég var í prófkjöri á Sjálfstæðisflokknum hösti 94 þá voru þáttakendur 8000 og ég sjálfur sem lenti nú þá í 11. sæti fekk yfir 4000 atkvæði. Ég var enda síðasti frambjóðandinn sem fekk meir en helming atkvæða, en sennilega hefur þá bara þáttaka almennt eitthvað rýrnað í þessu stjórnmálastarfi. Það er nú miður því að þetta eru mikilvæga mál og það er það sem togar mig að þessu núna, það er að ég tel að þetta sé mjög brýnt og það sé hægt að rétta skútun af, og ég vona að Sjálfstæðisflokkurinn verði með í þeirri baráttu og ef að til kæmi, ef að það færi nú þannig eins og ég sé ekki eins bjartsýnn eins og þú, ef að færi þannig að Miðflokkurinn hefði ekki hreina meiri hluta einn, þá ættu þeir náttúrulega að vera líklegur samstarfsaðili, en ég sá nú því miður samt spekinga vera að slá því fram að það væri líklegt að yrði samstarf Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar. Það ætti mér vera ótíðindi, því að eins og vorum að fara yfir, að þá hefur þessi ranga stefna og þessar hugmyndafræðilegu kreddur sem hafa ráði ríkjum alltaf náð að endurlífga sig með nýjum liðsmönnum eftir kosningar, þó að kjósendur hafi slag í slag hafnað þeirri línu og leið sem borgin hefur verið á, og mér fannst nú ekki nógu gaman að lesa nýlega, og það var í þætti hjá Mogganum, mann ekki hvort að dagmálið að spursmál, að þar var að borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins að tala um það að það væri of seint að snúa við á leið borgarlínunar, og það væri í raun samstaða allra flokka nema Miðflokksins það mál. Þetta finnst mér ekki gott að lesa. Það er ekki of seint að afstýra þessu slysi. Ég er ekki að kalla það slys að bæta almenningssamgöngur. Ég er að kalla það slys að ráðast í svona stórfelldar nýjar aðgerðir sem er ekki búið að gera til að eyðileggja umferðaræðar og taka öll bílastæði af. Og ég meina það er of seint að fara ráðum Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar að hætta við að tróða Landspítalanum með öllum sínu starfsfólki og viðskiptavinum niður á Hringbraut. Það er of seint, en það er ekki of seint að afstýra lestarslysinu á Suðurlandsbraut.